Eitt smáverk eftir hérna. Tony Nahjál segir að maður eigi að setja svona epoxy eða glerfíberborða á vængrátina til þess að styrkja hana. Og ég fór inn á vefinn hjá Slegg og fann þetta hérna. Þetta er að vísu 10 cm borði, svo ég klippti hann bara í tvennt og það fylgir með hérna epoxy og allt svona. Og nú ætla ég að fara að setja þetta á. Nú er vængurinn eiginlega að verða tilbúinn. Ég er búinn að setja glerfíberinn hérna á og hann er orðinn harður og ég er búinn að vera að finna hina þessa bletti þar sem ég geta sett svona fylliefni. En nú ætla ég að setja fylliefni hérna á glerfíberinn og aðeins út á sem ég mun síðan pússa niður og gera slétt. En ég ætla ekki að nota svona spaða eða spatjólu. Heldur ætla ég að nota einn af þessum. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Því að ég, til þess að koma fylliefninu hérna á, þá ætla ég bara að nota puttana. Þetta er alveg æðislegt. Ég bara maka þessu á og það er svo undarlegt með þetta fylliefni þegar maður fer að vinna í því, þá breytist einhvern veginn eiginleiki efnisins vegna þess að það er svona eins og hálfþurrt í dollunni, en þegar maður fer að fikta við þetta svona og maka því svona á, að þá verður það eins og mjúk drulla. Þetta er alveg ógurlega sniðugt. Setja bara sæmilegt á þetta. Svo pússa ég þetta niður bara með, til að byrja með 80 pappír og alveg. En ég náttúrulega get ekki gert það fyrir en á morgun. Svo pússa ég þetta á morgun. Þetta er æði. Nú er tvennt sem ég þarf að gera áður en ég get farið að klæða módelið með plasti, og það er annars vegar stýringar, það er að segja vírar aftur eftir skroknum sem ég til þess að stýra hliðarstýrinu, og hins vegar er það stélhjólið. Við skulum kíkja á teikninguna. Hérna er teikningin.
Þetta er stélkamburinn og hérna er hliðastýrið og teikningin sýnir stöng sem gengur út úr hliðastýrinu, niður í gegnum skrokkin og í dekk sem er þá stélhjólið. Þessi stöng liggur á ská fram á við sem er ekki gott því að öll átök á hjólið eru í þessa átt og þau munu öll, í hvert skipti sem hjólið snertir jörð þá reynir það að snúa undan. Það er bara eðlisfræði hjóls stangar sem liggur svona að hjólið vill alltaf fara undan hreyfingu. Þetta setur aukið álag á hliðastýrið sem kemur auknu álagi á hliðastýris servóið og hefur vond áhrif á það. Það sem ég ætla að gera í staðinn er að setja venjulegt stélhjól hér aftan á. Til að byrja með þá bjó ég til svona plötu. Þetta er svona bara té sem passar hérna ofan í þetta gat. Svona. Ég lími þetta niður og svo skrúa ég venjulegt stélhjól hér aftan á. Á því eru gormar sem ég tengi með bara vírum hérna í gegn og inn í servóið, inn í skrokki. Þetta er miklu betra fyrir servóið, sérstaklega vegna þess að gormarnir náttúrulega komið í veg fyrir að það fari nokkuð högg á og ég held að þetta verði alveg ágætt svona. Hitt sem ég á eftir að gera er að setja plaströr hérna ofan í og leiða þau hingað fram í skrokkin þannig ég geti sett stýrivíra frá hliðastýrinu í servóið. Til þess að gera þetta fylgdu með 2 svona rör. Þetta eru rosalega fín rör. Það eru fallega appelsínugul og virka mjög vel til þess að setja stýrivíra í gegnum. Eini gallinn er að þau eru það bil 5 cm of stutt. Þannig að ég fór á stúfana og fann mér rör sem ég fann þessi rör hérna, þetta rör. Þetta er að vísu mun breiðara, mun þess að geti komið þessu röri inn í. Þetta kostar ofsalega lítið, þetta er svona loftstýri rör og ég ætla bara að setja þau hérna í staðinn. Hérna er hún. Nú er smíðin búin. Ég er búin að smíða allt sem ætlaði að gera. Nú á ég bara eftir að klæða. Þetta lítur að vera einhver stærsti treinur sem ég hef noktið að smíða. Hann er svo stór að ég er í stökustu vandræðum með að ganga hana hérna. Sko. Hún er hrikalega stór. Stöngin hann undir henni, eða mælistikkan, hún er meter. Næst þegar þið sjáu þessa flugvél, þá er hún orðin blá og hvít. Þetta gula límband hérna, undir vagnum, sýnir hvar módelið á að balansera, það er þyngdarpunktinn. Sjáu þið þetta? Hún balanserar svona 3 cm fyrir framan balanspunktinn. Þetta gæti ekki verið betra.